og þá stóra stundin runnin upp. Það komið að áramótaskaupinu í ár sem allir bíða sjálfsagt eftir með mikilli eftirvæntingu. Ég veit ekkert hvaða fjallar, ég fekk ekki einu sinni að fylgjast með og æfingu hvað þá meir, en það var Stefán Baldursson leikstýrði skaupinu að þessu sinni. Höfundar koma úr ýmsum áttum, samalindin yfir þeim. Tónlistarstjórn annaðist Pétur Hjaltested en það var Þór Elís Pálsson stjórnaði upptöku. Leikendur eru þau Aðalsteinn Bergdal, Edda Björgvinsdóttir, Edda Heiðrún Backmann, Egill Ólafsson, Gísli Rúnar Jónsson, Guðmundur Ólafsson og Ólafía Hrönn Jónsdóttir. Góða skemmtun. Árið næstum því liðið og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Nú árið næstum því liðið og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Við hjá Útval erum með ferði til Mallorca. Alveg sérstaklega skemmtileg hótel get ég sagt þér, standa við sjóin yndislega alveg. Já, þau hafa líka svo vel get ég sagt þér. Það að vísu ekki þessi hótel sem að við hjá Valpól bjóðum upp á heldur þessi hérna og þau eru ekkert síðri og standa líka við ströndina alveg dásamleg. Já. Þau eru að vísu ekki á Mallorca heldur Kanaríeyjum. Já. Þetta nú alveg ljómandi svona. Já. Það eru reyndar ekki þessi hótel sem við hjá Pólöld erum með núna vegna þess að við erum löngu hætt með ferðir til Kanaríeyja, en við erum með ægilega skemmtilega búngalóa. Þeir eru að vísa á Flórida en það líka sjórinn nánast hreitt. Það valla maður sér í klósettpappír eða olíu skal ég segja þér, sem alveg hreint á hinum stöðum. Já, veistu, ég held að þú ættir að fara núna. Það getur vel verið að þetta verði komið meira á hreint á morgun. Ég veit ekki hvaða ferðir ég að selja þeim. Já, hvað þetta að gera fyrir þig, góðurinn? Já, nei, ég ætlaði nú bara að spyrjast fyrir sætaferðir upp í Borgarfjörð. Tilbúið með mjálmið, Gísli. Mjálmið á leiðinni. 54. Já, kvikna ljós þarna, já. Elti ljósin. Númer? 26. Kemur. Hæ! Fín ljósin hjá þarna, frammi. Já, þetta alveg stórkostlegt. Hvað búin að vera að gera allir þessi ár? Hlátur. Hlátur. Hlátur? Nú stjórnar þú ljósum og leikhljóðum og stendur auk þess í stappi við verkfallsmenn. Verkfallsmenn? Nei, þetta eru ekki verkfallsmenn. Þetta eru 2 þjóðkunnir leikarar sem sjá öll leikhljóð í sýningunni. Já, þetta ekki erfitt? Erfitt? Nei, síður en svo. Þetta er eitt allra skemmtilegasta sem ég hef komist í. Ekkert mál. Ég skil ekki hvað þessir tæknimenn eru sífellt að jarma. En auðvitað þetta verkfall, það eins og að fá blauta tusku í andlitið, því við... Ég ætti kannski frekar að segja að þetta sé eins og að fá rýting í bakið. Mjálmið. Nei! Mjálmið. 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 Mjá! En sýningin, hún hefur breyst við þetta, það ekki? Breyst? Nei, hún hefur ekkert breyst. Ég lærði inn á þessa tækni alveg eins og skott. Útvarpsráð ákvað á fundi sínum í dag að hefja ekki sýningar á djarfmyndum, en forráðamenn sjónvarpsins hafa verið undir miklum þrýstingi frá áhorfendum vegna sýningastöðvar 2 á svokölluðum bláum myndum. Til þess að mæta þessari vaxandi samkeppni var hins vegar ákveðið að starfsfólk sjónvarpsins fengi frjálsari hendur varðandi framkomu í hinum ýmsu dagskrárliðum. Miklar deilur hafa orðið söluskatt af útihátíðum sem haldar voru í sumar. Við sendum okkar mann á stúfana. Segðu mér Þvegill, þessi útihátíð söluskatt skyld? Nei, vitaskuld ekki. Það eru þetta skýra reglur. Ríkisstjórnin skattleggur bara venjuleg skröll og böll, ekki tónleika virtra alþýðupoppara.
Hví skildum við ekki njóta undanþágu eins og til dæmis symfónían, ellegar einhver strengjakvartett? Slíkir aðilar eru undanþegnir vegna þess að þeir standa fyrir menningarstarfsemi, þar sem fólk situr og hlustar. Sama gildir vissulega tónleika þeirra virtu alþýðu poppara sem hér að skemmta. Vissulega þetta menningarstarfsemi, enda getur hver maður séð að hér stendur enginn uppi, hér liggja menn og njóta. Vissulega, vissulega! Komiði blessuð. Þá eru vonandi allir búin að hreiðra sig í sjónvarpskróknum, komnir í hugguleg heimaföt og tilbúnir að meðtaka það sem við bjóðum upp á í kvöld. Og kaffið að sjálfsögðu innan seilingar. Og það væri svo ekki á vegi að húsmóðurinn sletti smá pönnukökudegi á pönnuna til þess að gleðja húsbóndan að loknum löngum og ströngum vinnudegi. Og kannski heimasætan þeyti smá rjómalufsu með. Nú. Fyrst það garðyrkjuþátturinn sem í kvöld helgaður blaðlúsinni. Að honum loknum komið að framhaldsþáttunum Hörmungar síðari heimsstyrjaldarinnar. Það 18. þáttur. Og loks sjáum við kanadísku fræðslumyndina Þrek á þrotum, en hún fjallar hrörnunarsjúkdóma í öndunarfærum. Góða skemmtun. Svífa yfir Esjunni sóðaleg ský, sullið upp úr fjörunni bílur á húsunum, fjúka mér vangana veirur og slí, vakna allskins sýklar og pöddur á ný. Út á miðjum sundum úldið kúk og piss, sem ekki víst beinlínis heilnæmdin vortís. Veiru þrungin gjólanum fjörborð og strendur fíkur, fjölmettað vorloftið leggst yfir Reykjavík. Við Laugarnesið skilvindan skilar af sér, skolpi og úrgang rennur úr húsunum, golan það svo aftur á gluggana ber. Gamanið þá kárnar og útsýnið þver, skolpin út á sundum skellt í þrifabar, skýst svo beint í vit þeim sem framleitt hafa það. Skilvindurnar nýju í Davíðsnafni þarna damla, daunþungt og höfugt vorloft í Reykjavík. Segðu mér, ég með Vigdísi eða Aldísi? Hvað, ekki með Bryndísi? Gjörðu svo vel, það útgangur númer 2. Góða ferð. Takk fyrir. Takk fyrir. Næsti? Sigur Sveinsson heiti ég. Þú þér í reykingum eða reyklausu? Já, mér nokk saman það, þakka þér fyrir það, elskar mín. Já. Gjörðu svo vel, góða ferð. Þakka þér fyrir. Fröken. Góðan daginn, Sigríður Jónsdóttir. Macbeth! Bóndi minn! Ég framdi verkið. Heyrðuð ekki hark? Ég heyrði vol í uglu og flugna sög. Sagðir þú nokkuð? Hvenær? Núna! Þegar ég kom? Já. Hægan!
frá Búlgaríu. Næsta tannflugsbrottför á áætlun. Sjálega fyrir þakka fyrir blássuð. Þakka fyrir ferðin. Nei, Siffa mín. Mikið áskoti gæði góða. Siggi minn, Gunna mín, mamma og pappi eru komin. Ha, þetta þið? Þekkir okkur ekki? Akkur svona skrítið? Skrítið hvað? Æ, við fengum ekki tennur sem pössuð alveg. Það gerir ekkert til, þetta kostaði ekki neitt. Nei. Heyrðu, ert þú með mína? Við skiptum bara þegar þú kom heim að þér. Hvað þetta? Þetta á ekki að vera hér. Jú, þetta má vera hér. Góðan dag, borgarstjóri. Við erum hér frá sjónvarpinu. Nú hafa blindir löngum kvartað yfir því að þeim sé víða ógreiðfært borgina. Hver skoðun þín á þessu nú eftir að hafa prófað að vera blindur í dag? Já, ég verð nú að segja að ég skil nú ekki þetta sjónarmið. Það mætti nú halda að fólk væri slegið einhvers konar blindu og að það reynilega neiti að sjá allt það sem jákvætt er. Nú, ég hef notið þess mjög að vera blindur í dag, að ég tala nú ekki innan þessi kofaskríbli hér í miðbænum. En aðalatriðið fyrir blinda er náttúrulega að þekkja umhverfið sitt vel og láta sér þykja vænt það. Jæja, krakka. Velkomin í sögustundina. Í dag þá fáum við að heyra kindina Golsu og lambi hennar. Og þau fóru hátt upp í fjall að bíta gras og þegar litla lambi voru satt og búið að bíta nóg mikið gras, þá nefndi ekki að bíta lengur, heldur, settist og fór að spyrja mömmu sína. Mamma mín, ég nenni ekki að bíta meira gras. Nei, enda myndir þið bara verða feitur á því og lenda í núlflokki. Hvað er núlflokkur? Það er flokkurinn sem að fituhjassarnir lenda í. Er það vandurflokkur? Það þótti nú einu sinni fínn flokkur og eftirsóttur, en nú þykir hann orðinn afskaplega ófínn, bara svona óbjakk. Lenti hann pabbi minn kannski í núlflokki? Nei, sauðurinn sá, hann lendi nú ekki í núlflokki, það fór ósköp hörmulega fyrir honum pabba þínum. Í hvaða flokki lenti hann? Hann reyndist bara að vera framleiðsla, hann lendi á öskuhaugunum. Ég vil ekki lenda á öskuhaugunum. Nei. Ekki er gott að lenda á öskuhaugunum. Nei, þú lendir í fyrsta flokki ef þú verður duglegur að borða réttu grösin. Þú veist þessi litlu grænu sem er að reyna að byrja að spretta. Er gott að lenda í fyrsta flokki? Já, kannski lendur þú líka í uppbótaflokki og þá verður keypt undir þig far til útlanda fyrir mikla peninga. Já, kannski kemstu allar til Færeyja. Já, eða jafnvel til Japana. Er gaman að komast til útlanda? Já, það held ég. Hefur þú komið þangað? Nei, ég hef aldrei komið í sláturhús. Maður kemst ekki á blað fyrir lambið mitt. Grænar grundir grösin éttu nóg, láttu vaxa lundir læri hrygg og vó. Í skuldahala háum hengir þjóðin sig,
naumt er að við náum að niðurgreiða þig. Silfurtær særin og sólin vermir oss. Eitt víst að ærin Íslands dýradoss. Með föður augum fránum vor fremsta skylda sé að vaka yfir ánum og yfir landsins fé. Þið kannist öll við vesennið á fyrirhöfnina við það að baka niður og jafna inn sósur, en það er ekki lengur. Flístrósósujafnanin áhrifarík nýjung og ég hérna með sósu sem kannski dálítið þykk fyrir okkar smekk og þá kemur sósujafnarinn til hjálpar. Við notum cirka 1 teskeið út í svona og einfaldara getur ekki verið. Það bregst ekki með flístró. Þið kannist öll við földu myndavélina sem að Gunnar þekki. Daginn brugðum við á leik þar sem að Hemmi var að æfa fyrir þáttinn sinn og sendi mynd til hans unga stúlku sem myndi endilega fá að koma þar fram. Það var svolítið erfitt að segja þetta, en möguleiki minni að komast í hagsmunum. Ég er með alveg æðislega gott prógram, Já, sjáðu. Ég meina, þetta er allt í lagi, er það ekki? Ha? Já, það ekki? Má ég prófa að syngja þetta fyrir þig? Gerðu það, bara pínu. Those were the days, my friend. Ertu til í að spila þetta hjá mér? Hemmi, út með það. Hemmi, ég vil að þú gerir því, það tekur enginn á svona. Af hverju er svona leik? Nei, þetta er málið það er bara ekki pláss í þessu þætti. Those were the days, my friend. We thought they never ran. We sing and dance forever and a day. We live the life with you, if I don't never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. La 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 la. Hvað syngdu með mér, láttu ekki svona. Nei, þetta er flottur minn, ég þakkaði bara kærlega fyrir komuna. Elsku sættir. Í alvöru, mér finnst þú æðisleg og ég er búin að vera aðdáandi lengi. Í alvöru. Sjáðu, líkt aðeins mynda henni. Hvað sagði þetta? Já, mér finnst það þetta. Finnst það ekki snuð? En á að segja svolítið. Við erum komin í áramótaskaupi. Gæðisleg. Þú er bara hápæn. Halið mynda við ekki. Hvað er að syngja? Vissir þú það? Já, getið nokkuð aðstoðað? Já, það er kjötfarsið. Kjötfarsið, já. Ég mætti líta öll nánar á það. Nú þó það nú væri. Heyrðu, á ég kannski að ná í svolítið meira? Það er svo lítið eftir aðeins. Nei, þetta er alveg nóg. Já. Sko, það er svo mikið hreyfing á það hjá okkur, sko. Þetta stoppar ekkert við. Hvað má bjóða þið mikið? Já, bara agnar öll. Já. Bara sýnismorð. Er ekki alltaf lagi með þetta? Já, það er ansið mikið líf í þessu. Já, það yðar alltaf þessu líka bráð hressu gerflum. Gerflum? Hvernig gerflum? Saurgerflum. Óli! Já? Komdu hérna! Hefur eitthvað verið að pungi í kjötmarði á hálfviti? Ég? Já. Á
hve ljúft þitt stólhljóð og hve lengi ég beið þín. Það verkfall í skólum, nöpur vinsi sem hvín. Og ég veit eina stjörnu sem dvín. Það fjármálaráð, herra róttæknin mín. Það erfiðir tímar, það atvinnuþref. Ég hef ekkert að bjóða nema indriðarref. Hann von mín og líf mitt, ég vaki og sef. Hann atvinnumaður, hann allt sem ég hef. Og í kvöld ég vinur sérhvers vinnandi manns. Uns hún skín við á morgun, kjaraskerðingin hans. Kjaraskerðingin okkar alþýðubanns. Fyrir þér ber ég fána gamals framsóknarmanns. Í dag var óvenjulegur dagur hjá borgarstjóra. Hann ákvað að prófa að vera geðveikur í einn dag. Nammi. Einu sinni kom kall gangan. Blessaður. Ég heiti Bangsi Bestaskinn. Blessaður. Já, og svo vil ég byggja 30 dagheimili. Já, og svo eitthvað slætta róluvöllum svona. Og svo eitt alveg risastórt barnatífóli. Bókað! Slættamál! Leyndarmál, ekki segja frá, finnst það engin vei. Vantar eitthvað? Strætisvagnarnir. Strætisvagnarnir? Frítt í strætó, ókeypis í strætó, allir í strætó, engin með þendóri. Nei, hann eitthvað sem hættur. Já, svo líka frítt í sund. Svo rífum við ráðhúsið. Ríf? Já. Borgarstjóri, það ekki búið að byggja það? Nú, það bara klárum að byggja og rífum það svo. Hér kemur ilmagrifur móðanum. Stöðumælarnir. Stöðumælarnir. Burt með þú alla, burt með alla stöðumæla. Hvar á fólk þá að leggja? Leggja! Fólk getur lagt sig heima hjá sér. Já, svona út með þig. Já, farið heim og legðu þig. Já, burtu. Stilpa mig út. Nei, hirtu helvingja stefnir klukkuna bara. Já, og burtu þig. Borgarstjóri, var ekki erfitt að vera geðbilaður í einn dag? Nei, mér hefur aldrei liðið betur. Ég meiri sé að hugsa að halda því áfram. Hvað var nú eftirminnilegast? Það var hvað allir voru afskaplega glaðir með ákvarðanir mínar, sérstaklega þá síðustu. Og hver var hún? Ég ákvað að segja af mér. Júk, hér er ég. Nú, dagskráin í kvöld er með meiriháttar móti, eitthvað fyrir alla, bæði kettlingar og kalla. Nú má enginn missa af neinu, það er sko alveg á hreinu. Að loknum fréttum er æsispennandi umræðaþáttur í beinni útsendingu eitthvað það sem menn en ennþá að þrasa Þá verður úrslitalotan í spurningakeppninni hver drakk hvað á kostnað hvers og hvenær. Spennan og fjörið í fyrirrúmi og verður gaman að fylgjast með því hversu lágt menn eru reiðubúnir að leggjast í sinni stórbrotnu lágkúru. Dagskráni lýkur á frönsku stuttmyndinni Forsetaheimsókninni og hefst sýning myndarinnar 5 mínútur fyrir 11. Þegar sýning myndarinnar er það bil hálfnuð gerum við stutthlé fyrir 11 fréttir efnahagsmál og gjaldþrot. Fréttirnar að vísu nokkuð fleiri en 11, en okkar mönnum á fréttastofunni hefur tekist af sinni alkunnu snilld að draga alla óreiðuna saman í einungis 11 fréttir. En það ekki nóg að ég tali bara hér og tali. Blómin þurfa líka að tala og til þess þarf að vökva þau. Svona, slepptu maður! Slepptu! Þetta ekki persónulegt svona góðu með kondunum í góðu. Svona í Jessu nafni slepptu, segi ég. Gerðu hvað? Fröken,
Hvert er ég að fara? Já. Skattmann. Morgunstund gefur gull í munn, skattleggja alla, konur og kalla. Út að keyra, skattleggja meira, hálsnef og eyra. Byrja að kýla, slá, vá! Loka, þekja, halda fram að svekja. Hér kemur ekkja. Byrja að kýla, slá, farðu svo frá. Skattleggja allt, ríka sem snauða, fæðingu og dauða, ástir og unar, allt nema munar. Byrja að kýla, slá, mér liggur á. Skattmann, lok og læs, svona er ég næs. Meira kaffi, elskan? Já, takk, elskan. Ætli veit af. Gjörðu svo vel, elskan. Takk, ástin mín. Þreytur, elskan. Æjá, þetta var hálf erfiður dagur á skurðstofunni. Takk, elskan. Sígarett, elskan. Takk, ástin mín. Bíbí hringdi. Aha. Hvað er það? Það minnir mig á það að ég verð að bakvakt alla næstu viku. Er það, elskan? Já, við erum fjandans vera. Yfirlæknirinn veikur. Og ég veit varla lengur hver er ekki veikur á þessari stofu. Þetta er sveitan. Býta þess. Hvað? Ég þarf að hringja í konuna. Ég sagði henni ég var á fundi með manniðinum. Halló, elskan mín. Já, ástin mín. Hvernig hefur það? Já. Heyrðu, elskan mín, ég tefst aðeins. Já, á fundi með Jónasi. Já, það eru mál sem við þurfum að ræða. Ég hlakka til að sjá þig, elskan mín. Er ykkur hjá þér? Ertu með gesti? Nú? Jæja. Allt í lagi. Bless. Hvað? Djöfulsins óheilindi alla tíð. Hvað er að þér? Eilíf svik og undirferðli. Hvað, akkur ertu svona æstur, elskan? Það er ekki hægt að treysta nokkru manni lengur, það er málið. Hvað? Hvað heldur hún hafi sagt þessi legari? Ég veit það ekki. Hún sagði að þú værir í heimsókn hjá sér. Ég? Djöfull er hún ómerkileg. Gott kvöld og velkomin í Málræktarvaðal. Ég er enn einu sinni komin hingað og mun sitja hér fyrir svörum og leiðbeina og leiðrétta og fyrsti hlustandi minn þá vera á línunni eins og vel. Gott kvöld. Kvöldið. Fjóla Ólafsdóttir heiti ég. Fróði. Já, sæl. Eiginlega sæl, Fjóla, gjörðu sæl. Já, þannig er að mér og eiginlega flestum öllum á heimilinu finnst alveg agalegt hvað fólk tala hryllilega vitlaust mál. Já, það finnst okkur líka hérna megin. En það er alveg sérstaklega eitt sem fer alveg hrikalega í pirrurnar á mér. Taugarnar á þér, ekki pirrurnar, taugarnar. Já. Já. Af því það skeður svo oft þegar fólk er að tala saman og svona. Það er danska. Ha? Það er danska. Hvað er danska? Það ske. Er það danska? Já, já, sniðu. Já, það er danskusletta og mjög hvimlig danskusletta. Það var réttar að vera að segja
Það gerist svo oft, ekki það skefur. Já, af því það gerist svo oft þegar fólk er að krítisera í sjónvarpið og svona. Gagnrýna, ekki krítisera. Gagnrýna, myndu það sletta líka. Já, gagnrýna. Já, af því að fólk er svo ofta gagnrýna í sjónvarpið. Já. Og ég var þess vegna að velta því fyrir mér hvort að því í þessum málræktarþáttum var ég nokkuð að spekulera í því hvort að... Velta fengum yfir, ekki spekulera. Það eru vangaveltur, ekki spekulasjónu, það er líka sletta. Já, auðvitað. Heyrðu, maður verður eitthvað svo nervus þegar maður talar svona beint í sjónvarpið. Taugaspenntur verður maður, það verður taugaspenntur, haldinn streitu. Fyrir ekki, varstu með eitthvað ákveðna spurningu? Já, væri ekki hægt að fá Dallas aftur? Jesus Christ. Sæl Dísa mín, hvernig var í sunnudagaskólanum? Bara. Bara? Eitthvað svona miða, sérðu? Miða? Þetta er biblíumynd, Dísa mín. Sjáðu, elskan. Hérna er Jesú. Þarna eru lærisveinandi með honum. Finnst þér hún ekki falleg? Hefur hver á skafa? Borgarstjórinn í Reykjavík varð í dag fyrir heldur óvenjulegri reynslu þegar hann ákvað það að vera útlendingur í einn dag. Thank you very much. Halló. Útlendingur. Gulli djöfur. Hrísgróna bökkur. Drullaði burt þarna, skáfaði þessu niður. Bakleis, go away. Gaman. Eldafínur matur. Nammi. Jæja, svaka fínur kíla matur. Þú vera veikur, já? Við viljum ekki prik til að éta með. No prik, please. Nei, íslensk hnífapör. Iceland knæfpör, please, yes. Og íslenskan þjón líka, væli og ratti. Go, farðu. Go away, stupid. Yes, you go, negro. Halló. Hvað segirðu? Og ertu búin að lesa fyrir hann? Og syngja fyrir hann? Já. Hefur prófað að henda honum upp í loftið? Og dugar það ekki, nei. Allt í lagi, ég skal tala við hann. Siggi minn. Siggi, þetta er mamma. Þetta er mamma. Siggi minn, þú verður að fara að sofa. Hvað? Nei, taktu köttinn strax út úr örbylgjuofninum. Já, auðvitað er mikill reykur. Já, hvað er kviknað í henni líka? Litla farsímahlífin, óbrigðul hljóðeinangrun. Örugg hlíf, einangrað líf. Fjölskyldan nú sameinuð á ný við glænýtt sameiginlegt tómstundagaman. Það ríkir friður á heimilinu þar sem samhent fjölskyldan starfar sem einn maður að settu marki. Fiskbein. Fiskbein? Ertu frá þér, maður? Nú? Þetta er kjúklingsbein. Nú? Við hefum gett fisk í fleiri mánuði. Já, sættu skemming, hvernig læk? Mamma, hvort kom þessi plástur úr smjörinu í kjötfarsinu? Má sjá, vinnur. Þessi plástur er úr smjörinu, þefaðu bara. Já, það er svona þráalykt á honum. Já, nei, það er allt annað lykt af plásturinn úr kjötfarsinu. Hún er svona munnfyllri. Maður þarf alltaf að þefa af því, maður finnur það strax á því að kemur vatn í munnin eins og maður þurfa að kastu. Já, einmitt. Plástur, já. Þetta er þó fiskbein, fjandakvæði. Já, það er alveg sagt, hvað fannstu það eiginlega? Í fiskbúðingnum. 1-0 fyrir mig. Bladra? Á að henda henni? Þetta er ekki bladra. Þetta er svona plastpoki, láttu mig fá þig. Plastpoki, er ekki hægt að nota hann til rusl? Ég er ekki plastpoki, þetta er svona gúmíhisla. Komdu með þetta, drengur.
Bíddu aðeins. Má ég sjá þetta? Sigríður. Já. Svaraðu mér, kona, Já. hvaðan kemur þetta? Ég veit það Þú veist ósköp vel að ég nota ekki svona lagað. Ég ekki svona, ég nota ekki svona heldur. Jæja, góða mín. Nú skaltu segja mér hvaðan þetta kemur. Já, íslensk þjóð lítur björtum augum til glæstrar framtíðar þar sem fjölskyldan, hornsteinn þjóðfélagsins, er sameinuð í órjúmanlegri sátt við sameiginlegt áhugamál. Já, þegar þekki væntanlega gerir ég ráð fyrir all vesenið á fyrirhefnina við að baka upp og jafna niður sósur en ekki lengur. Blístrósósujafnarinn er árangursrík nýjung án allra lyktar og eiturefna og ég er hérna til dæmis með súrsæta sósu sem er kannski full svona súr fyrir okkar smekk en þá en ekki lengur. Blístrósósujafnarinn kemur til hjálpar. Við tökum blístrósósujafnarinn og leggjum hann hér yfir á aðra hellu og tökum svo dálítið af sykri og hellum svona yfir sósuna og viti menn eftir að maður er búinn að hræra í, jú, sósan er orðin talsvert mikið sætari heldur hún nú var, eins og ég sagði, það bregst ekki með blístró. Dóra Bringan, leikstjóri, nú fylgir svo hjátrú þessu leikriti Shakespeares að ótrúlegustu óhöppverði hvar sem það er sett á svið. Ef ég má spyrja þig, hafið þið orðið fyrir einhverju slíku? Engu, alls engu. Að vissu, þá var ég blind í 6 vikur þannig að ég tók ekki eftir neinu. Svo veist ég röddina þannig að ég hafði nú ekkert samband við leikarana. Ég frétti nú Sigga fótbrotnaði, Kalli fékk vist spjót í mjöðmina, Helga lamaðist og eitthvað svona, nú að verða góð. Sem sagt ekkert sem getur ekki talist fullkomlega eðlilegt. En þessi óhljóð hér á bakvið okkur, varla geta þau talist eðlileg. Já, við fólki virðist eitthvað svo kvalið hérna. Hvað á ég að gera í því? Ég meni, ég held að geti kvalist þetta pakk. Ég bara heyri ekki svona laga. Ég misti að vísu heyrnina strax í upphafi æfingatímabilsins sem betur þeim. Já, það er víst óhætt að segja það að svo ógjafa sem fylgir Macbeth það. Já, við leikritinu hafi rækilega dunnið yfir. Elskna mín, ég hef ekki orðið vör við nokkuð skapaðan hund. Mig hefur alla ævi dreymt einbýlis hús með barn en ríkið fékk ávallt endurheimt allt sem hét peningar og svo kom að því sem öllum fannst leitt, útborgað kaup gerðist minna en ekki neitt og loks var skattlagt að lifa á loftinu. Þá flúðað Íslandi flestir á brott, fínt fyrir mig, ég er dottinn í lukkupott. Nú hef ég eignast þak yfir höfuðið. Hér er nóg að bít og brenna, barinn og bín, fullt af sjenna. Mér finnst ég hafi í minn höndum tekið. Ég heyri þotu í háloftunum, en ég held það sé enginn á vakt í flugturninum.
því það enginn á landinu nema ég. Árið 1989 hefur oft verið nefnt ár kvenfatnaðarins og ber þar margt til. Má þar meðal annars nefna samkvæmiskjóla Guðrúnar Helgadóttur, sokkabuxur Flugfreyja og nærfötin hennar Rósu Ingáls. Á þessu tilefni ætlum við að ræða við Hlíðarbrekkan, snyrtimenni. Komdu blessaður, Hlíðar. Fyrirgefðu, Já. Sæluskan. Segðu mér eitt, Hlíðar, hvað telur þú vera ástæðuna fyrir þessu kvenfata ári? Kvenfata ári? Ég held að konur séu bara loksins að fatta út af hvað það gengur allt saman. Ég tel að konur séu svona almennt að uppgöta að þær eru fyrst og fremst konur í þessa mundir. Þær eru loksins farnar að snúa réttu hliðinu upp, ef svo má segja. Farnar að opna sér svona meira. Þær vilja undirstinga kvenleika sinn og svona, vera svona huggulegar og lekkrar. Er eins og nefndir áðan í upphafskynningunni sem sagði svo hnittilega engin vaðmálskjalling vilja vera. Já, en finnst þér rétt að Alþingi annist fyrirgreiðslu til einstakra kvenna vegna þessara nýju hneigða? Sjálfsögðu, Alþingi bara fjárfesta í huggulegum konum. Hlýtur að skila sér margalt í svona heldur lekkarir á þjóðfélagi, myndi ég segja. Ég get hlumist nefnt til dæmi, Guðrún okkar. Hún var ekki greind ára hún kom til mín. Ha, hún Guðrún? Ekki greind? Nei, hún har aldrei verið greind Guðrún, ekki fyrir hún kom til mín. Til þín? Já, og gettu hvað hún var greind. Svo réttið við meðalgreind? Meðalgreind? Það er greind að þú er ekki mikið vit á litgreiningu. Hún Guðrún var vor. Meiri sé síðbúið vor, satt skal segja. Eiginlega svona hálfgerða slítur úr vetri. Guð, þú ert ekki greind. Ég? Nei, það er greinilegt að þú er aldrei verið greind. Jesús minn, græntferð alls ekki alveg hött fyrir að vera í svo græna. Sérðu ekki hvað dregur fram á þér nefið og hvað eyrun á þér stækka? Sveimir út af svo fíblíus, elska mín. Blessu, farðu strax úr þessu græna. Þetta er minn litur. Borgarstjóri, hvernig var að vera kona í heilan dag? Mér fannst það mjög erfitt. Mér fannst ég niðurlægður á allan hátt. En ég skil konur miklu betur eftir þessa reynslu. Já. Reynsluheimur kvenna er alveg ótrúlegur. Ég skil bara ekki hvernig nokkur manneskja fæst til þess að vera kona. Já, slökkviliðið gott kvöld. Já, halló, blessaður. Já, blessaður. Heyrðu, Já. Ég ætla að fá hérna smá ráðleggingar hjá þér. Já, já. Já, þetta er ekki alveg mál, þetta er smá ráðleggingar. Viljið þið segja það neitt? Ég er að reyna að tala í símann. Heyrðu, hvað var að gera ef að kviknar í 4 sæta splunkunni í pílusófasetti frá húsgagnabólstrunni á þér? Já, það er nú það. Svona blágrænt sett. Hvar er þetta? Inn í stofu. Nei, já, hvar var þetta í bænum? Hvar var þetta í bænum? Húsgagnabólstrunni þarna við Háalíksbrautina, það var stórt, hvítt hús. Ertu staddur þar núna? Nei, við keyptum það þar, sko. Já, er þetta mikill? Við keyptum það þar. Já, er þetta mikill eldur? Býta aðeins. Gunnar, er þetta mikill eldur? Er þetta mikill eldur? Ertu búinn að hringja fyrir? Já, ég er með mannin hérna í símanum. Snögg. Býta aðeins. Ekkert svo. Nei, ekkert svo, segir hún. Nei. En ég var að viðurkenna að þetta er farið að trufla okkur dálítið við áramótagleðina hérna. Er hérna sófinn að brenna? Já, við erum með gesti og svona, þið getur ekki fengið sér sæti, þú skilur það? Já. Þetta er hann Gunni hérna, eða Siggi virkjaði, Siggi og Gunna konan hans, sko, nafn á konuna minna hérna næsta húsi. Já. Kannastu við hann? Nei, ég er nú ekki alveg. Nei, hár, dökkarur.
Rafvirkir rosalega góður strákur, þetta er fín náungi, þetta er að fara svolítið í byrjunum. Heyrðu, býttu nú aðeins við. Halló? Halló, Já, heyrðu, þú ert já, þarna? þetta er farið að fara svolítið í skapið á honum, sko. Konan sem er reykofnam og svona, hún skilur og hefur alltaf á hornum sér svona óskaplega smámanna sem kelling. Heyrðu, við komum þá. Hæ? Við komum þá. Ætlaðu að koma núna? Núna, já. Heyrðu, hvað eru þið margir? Við? Ég er nefnilega ekki viss ég eigi nógu vín þarna, ykkur skilur þau. Já. Hæ? Heyrðu. Býta aðeins. Gunna, er nóg eftir að bjórinum? Heyrðu, allt í lagi. Heyrðu, vinur minn, hvar sagður þetta væri? Heykvist 15 í Breiðholtinu ofalega. Heykvist? Það er reykurinn út úr stofugluggan. Já, það sem er reykurinn út úr stofugluggan. Þið finnið Reykur út úr örugglega. já. Eru Já, á já. bíl? Ha? Eru á bíl? Eru við? Já, hann er bara rosalega erfitt að finna bílastæði nöðfrá, sko. Já, já. Heyrðu, ég kem bara og sæki ykkur, ég er ekkert að þessu. Blessaðunur, ég kem. Ég fer bara og sæki. Og kom með gítar. Svona, hundskastu burt, Þorsteinn. Deini fílupoki. Já, verð ekki að hanga þarna fyrir utan. Ég er Denni Hemm og ég man aldrei hvað ég sagði í gær. Ég er Nonni Bald og ég er líka ofsalega fær. Ólíinn það sagði að stjórnin hún væri síst vinsæll en var fær. Við svöruðum að bragða þó allt illa færi, þá yrðum við hér sem endra nær. Jóhann er að hætta og hætta við að hætta og hætta við að hætta við að hætta. Því stjórnin endur bætta með fulltingi vætta við þjóðin að tætta og sætta. Ég er Róli Gríms og ég kann sko að sýna mínar klær. Ég er Júli Sól og sífellt þokast ráðun veiki nær. Ég er Steppi Valg og ég er alveg gjörsamlega klær. Steppi, þú getur ekki verið með, það er ekkert pláss. Af hverju ekki? Ég sagði þér það fyrir langa löngu, það er ekki til fleiri stólar. En þið getið ekkert gert án mín. Þið getið örugglega ekki sungið viðlagið án mín. Í lagi. Þið getið haft stólana, ég hef þá bara peningana og aðstöðun í staðinn. Steppi. Strákar, við verðum að leyfa Steppa að vera með. Hann getur sungið bakrættir eitthvað svolítið það. Já, en það verður þá að vera á hreinu að hann tekur engin sól á þig. Blessaður verið, ég hef búinn að gleyma honum á morgun, ok, og svo? Bakaríkisstjórn, hún situr og að öllum háskar hlær. Verkaskiptingin er svona, hefur herðar, nér og þær. Það er allt á köldum klaka, kemst enginn tilbaka og stjórnin að háskanum hlær. Við skulum vinna og vaka og vera tilbaka og stjórnin svo hendurnar tvær. Búin þjóðarkaka og býsnetta svakaleg, enginn víst að henni fær. Hvergi fiska flaka og fugla ei kvaka, við kætumst og sláum á lær. Málræktarvaðall. Hver er á línni? Þetta er Yrsa Þöll. Sæl Yrsa Þöll. Sæll Fróði. Bless. Má ég byrja Benedikt?
Gjörðu svo vel. Já, það þannig sko hérna á mínu heimili. Já. Tölum nú yfirleitt mjög gott mál. Já. En það vill svona brenna við. Já. Ef að eitthvað fer úr skeiðs hjá okkur eða okkur lendir illa saman eða eitthvað svona við segjum og grípum til svona shit. Já. Já, við kannumst við það. Já, sko, shit náttúrulega enskusletta, ég veit það. Jú. En mér datt ég kannski hvort að þú getur fundið eitthvað annað fyrir okkur sem getum notað. Já, samkvæmt íslenskri orðabók Arnalds og Örnólfs þá þýðir engilsaxneska orðið shit, skán, skítur, saur, aur, hægðir, jafnvel, já, hægðir mjög við hæfi myndi ég segja. Hægðir? Já. Já, nei, veistu, já, setjum til dæmis ef ég var að baka klíðisbrauð sem ég ger nú gjarnan, sko. Já. Og degi kannski skítfellir hjá mér eitthvað svo leiðis, að að segja það bara, hægðir. Finnst þið það ganga? Nei. Eða ef ég til dæmis lent á séns og færi kannski út að keyra með kærasta, ég á ekki kærasta sko, en ef ég til dæmis færi með honum eitthvað út að keyra svona og að segja þá ef að dekki til mig springur eitthvað svona hægðir, það sprakk. Já, nei, það nú kannski ekki alveg nógu gott í þessu tilfelli, en þú gætir hugsanlega eins og þau nota það í yfirferðri merkingu. Já. Þannig að ef það springur hjá okkur, þá getur þau sagt við unnustæðin, þú hægðir ekki á þér og það sprakk. Hægðir. Já, ég prófa það næst. Já, prófaðu það. Og svo eru það fáeinar svipmyndir úr starfstegi borgarstjóra sem í allan dag hefur verið hundur. Borgarstjóri hóf daginn á að kynna sér umferðarmál og aðstöðu ferfætlinga í gatnakerfi borgarinnar. Hann skokkaði fjölförnustu leiðir og var hvarvetna vel tekið þótt einstaka maður ætti erfitt með að bera á hann kennsl. Síðdegis heimsótt hann skrifstofu borgarverkfræðings og skoðaði nýjustu tillögur að byggingu hundakofa og að loknum löngum og ströngum degi var vel þegið að gæða sér á ljúffengri kjötmáltíð. Borgarstjóri, hvað fannst þið svo erfiðast við að vera hundur í einn dag? Já, þið þekki gerir það fyrir öll vesinni og óláni við að baka sósur og jafna þær út, en ekki lengur. Flístrósósujafnaðinn er nýjung sem kemur alltaf mikið á óvart. Hér eru við til dæmis með skemmtilega sveppasósu sem er nú kannski, já, þessari sósu getur nú flístrósósujafnaðinn ekki bjargað. Það bregst, já, einfaldara getur það ekki verið. Má ég fá meira? Hvað? Launþegar, má ég fá meira? Meira? Gremjan, slítan, slítan. Gremjan, sprengjan, takan svo á gremjan. Nei! Áður en verði fólið flá, ég kannski að spyrja, yðar náðum ná. Ólafur. Ólafur, Ólafur, það var að heyra hann hittaði meir. Ólafur, Ólafur, og þegar hann sér hvernig hegningin er. Slæmur hann hanninn, hittar hann lifum við sparlega. Þetta þjóðargallinn og þegiði launþegar borgið mér snarlega. Ólafur, Ólafur, hvað var að heyra hann hittaði meir. Ólafur, Ólafur, það á engin nöyð aldrei slauð, það brautaganga. Talaðu góðurinn varlega, okkur fer að ranga. Að fellafinn fara í kosningum snarlega. Ólífer, Ólafur bráðum úr embætti er. Ólífer, Ólífer. Er Gunni heima? Gunni? Nei, hann er fluttur. Hvert? Næstu kúlu. Ó já, hvað er
Fyrir nokkru lagði leið sína hingað til lands tælenski ofurhuginn og sápuframleiðandinn Titi Fjung. Nú, hann hafði viðdvöl hér á leið sinni vestur haf og tafðist nú lengur en góðu hófi gegnir, en hann notaði tíman vel og lærði íslenska með hann. Fjung, þetta loftfar, nokkurt vit í þessu? Í þessu? Bara eitt mótor, eitt sæti og ekki vind. Já, en nú gengur illa að koma sér á loft. Það gengur illa þetta loft, móða vond fíla líkt að menga og voða. Já, en hvað finnst þér nú Ísland? Mér finnst Ísland mikið. Já, nú kemur þú frá Tælandi, hvað finnst þér íslenska fólkið, íslensku þjóðina? Mér finnst mikið lítið fólki. Lítið? Já, mikið meira fólk heima. Fólki mikið meira heima Tælandi, meira. Erum við ekki Tælandi? Nei, til Íslandi. Já, þakka þér fyrir og góða ferð. Nei, þetta húa. Nei, ég heiti Vala. Æ. Komið í blessaðar, elsku dúllurnar mínar. Við ætlum að hafa það ofsalega gott í kvöld, bara slaka ærlega á og láta dagskrána líða ljúflega inn velsnýrt augun og streyma allan kroppinn. Og hvergi betra að horfa sjónvarp en í funheitu freyði baði. Maður verður allur eitthvað svo mjúkur af því og veitir sko ekki af eftir að stressið. Nú, í kvöld ætlum við að bregða á leik með trjónusvíninu. Það er að segja, horfa á þátt lifnaðarhætti trjónusvínsins sem eins og ykkur mun flestu kunnugt hinn mesti skaðvaldur í frumskógum Borneo. Enn fremur endursýnum við stuttmyndina trjátrítluna. Já, mikið gaman að þið skuli vera að horfa á mig núna en ekki hina stöðina. Og kannski verðlaunum við ykkur eftir með smá gjugg, Blue Moon. Nú komið að spennuþættinum á harðarhlaupum. Dawn hefur ákveðið að yfirgefa Mildred ástkonu sína sem á í erfiðleikum. Hún lætur þó ekki bugast en heldur veislu. Þangað koma fyrrverandi frænkur hennar tvær með núverandi elskugum sínum og fara þá hjólin að snúast. En ekki út öll sund. Dawn fær uppreisn æru að lokum. En fyrst skulum við snýta okkur. Já, málræktarvaðall, gott kvöld, þú ert á beinni línum. Já, Sigríður Jónsdóttir. Þannig að mér og allir í fjölskyldunum langar til að tala gott á vandamál og mér myndi langar til að byrja á því að úthýða öllum enskuslettum. Já, útrýma áttu við. Nei, sko. Þannig að strákurinn okkar, hann segir voða oft við pappa sinn þegar að tala saman í hádeginu. Fuck you, og mér finnst það einhvern veginn ekki viðkunnulegt. Nei, mér finnst hann ekki heldur. Nei, sko, ég meina að segja þetta á ensku. Væri ekki hægt að þýða bara fuck you, þannig að geti þá útúða pappa sinum bara á vandaður og góður íslensku. Já, það náttúrulega fuck you, jú, vissulega, það hægt að þýða það getur þýtt samræði til dæmi. Já, nei, þetta ekki samræður, sko. Þetta nú eiginlega meira svona skítkast bara á milli þeirra feðgana. Já, nei, sko, sjáðu til engilsaxneska orðið fuck getur, sko, ennfremur þýtt það þegar maður og kona eru að elskast. Að elskast? Já, nei, þú minnskilja þetta, sko. Nei, þetta eru feðgarnir að skiptast á skoðunum og þeir elska, sko, ekki, get ég sagt, en þeim alveg meinilla hverjum við hinn. Og þá nefnilega svarar pappinn stráknum oft og segir bara, Bói, hvað það sem þú segir þegar nonna litla þeirra tala saman í hátinn og hann segir fuck you? Já, já, það það. Hvað? Up yours. Ég bið forláts. Nei, up yours. Það er það sem hann segir alltaf við strákinn, sko. Já. En hvað getur hann sagt í staðinn á virkilega góður íslensku? Hann gæti, já, sko, það eru nú fleiri sem býða á línunni. Það er bara eitt orð enn sem að tengdamamma notar alltaf. Það er alveg viðbjóðslegt ensklýsingarorð sem er þetta. Shit.
Ég meina hægðir. Ferðast til Evrópu og tilbaka, æðandi líkt og stjörnunnar hrap. Þig vondir menn samt vilja saka, æ óli grís, vittleysur og asnaskap. Hvað gerði þjóðin ef þig misti? Þetta pakk má skammast sín, sem þekkir hvorki þig né Krist. Þið eru smart, þið sem skaffið ódýrt vín. En settu markið hátt, þú ert mín hetja. Ég heima býð í nótt og dag. Rópur þeir látum okkur letja, yfum fyrir þjóðarhag. Ó Jón, ó Jón. Nonni minn. Beinlína, þjóðarsálin, einblínum á þjóðamálin. Þjóðarsálin, hver þú? Halló, hvað ekki á línunni? Hvað þetta? Hver næstur? Næstur. Herdís. Herdís, þú ert á línunni. Herdís? Herdís eða Hafdís, hvaða anskotans máli skiptir það? Hvað vantar þig? Nei, mér langaði bara til... Er ég í beinni útsendingu? Auðvitað ertu í beinni útsendingu. Hvaða anskotans forvitni er þetta? Beinlína, þjóðarsálin, einblínum á sóðamálin. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam. Já, svona komdu á efnu, kona. Já, það var út af gulrófum. Hvaða anskotans gulrótum? Gulrófum? Þannig var ég ætlaði að bjóða frænku mannsins míns og þeim hjónum báðum í mat. Hvað varðar mig það? Verður ekki að flækja mig í ykkur fjölskyldumáls? Já, hvað var það með þessar radísur þarna? Og gulrófur? Já. Nei, ég hef búin að fara á minnsta kosti 5 staði bara hérna í bænum. Nú, þú eru það nógan tíma. Vinnur það ekkert eða hvað? Ég hef búin að fara meiri síðan líka allaleg til Hafnarfjarðar. Hafnarfjarðar var ekki nóg að fara í Kópavog? Og ég bara spyr, gera kaupmenn sér grein fyrir því að við neytendur, við höfum... Viltu gjöra svo vel að stytta málið? Það eru fleiri sem býja á línunni. Ha? Já, hvað var það með hann anskotans rabba bara? Gulrófur. Já, ég hef aldrei getað étið rófu, mér finnst það ógeðslegar. Og ekki orðum það meir. Farð þú í rass og rófu. Stef. Beinlína, þjóðarsálin, einblínum á þjóðamálin. Hver næstur? Já, Fjóla. Fjóla út á línunni. Halló, er ég í loftinu? Já, hvað vantar þig? Já, er þetta Hafsteinn? Já, svona út með það, manneskja. Mér langaði bara... Viltu vera snögg? Mér finnst þú alveg yndislegur útvarpsmaður, veistu það, ég slaka svo vel á þegar ég heyri í þér. Heldur þú vildi gera svona stytta máli? Já. Hvað varst þú að segja, Fjóla? Þú hefur eitthvað svo hljómþýðarrödd og ert eitthvað svo röggsamur stjórnandi og ég get sagt þér... Já, finnst þér að fallega rödd, já. Já, það var margir hringt og talað um þetta. Já, veistu það að maður verður eitthvað svo bjartsýnn og jákvæður að hlusta á þig. Og ég get svo oft notað þín tilsvör, til dæmis í gær. Þakka kærlega fyrir. Fjóla! Slistu sambandið! Gleðilegt nýtt ár, elsku englarnir mínir, og takk fyrir það gamla. Árið næstum í lífi og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofa að gera síðasta gamla kvöld. Nú árið næstum í lífi og ég á eftir að gera svo margt sem
sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Ég lofaði að hætta að reykja. Ég lofaði megrunar kúr. Og ég lofaði að ég skyldi kannski 2 upp á kvöldi. Ég lofaði að ganga í stúku. Ég lofaði að vera ekki klúr. Ég lofaði að hætta að fugrast á bak við tjöldin. Árið næstum því liðið og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Já, árið næstum því liðið og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Mig hefur allar götur það dreymt að augum berja horfna björn. Á næsta ári ætla ég að láta rætast drauminn. Og það löngu kominn tími til að gera skurk í málinu og gefa svolítið gáfunni í sér lausan tauminn. Já, nú tækifæri til að byrja betra líf. Leggja gömlu lestina og hvers kyns bréf og kýr. Eða eins og fram kom fyrr í fæðinu. Árið næstum því liðið og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Árið næstum því liðið og ég á eftir að gera svo margt sem ég lofaði að gera síðasta gamla kvöld. Ég lofaði öllum fögru. Ég lofaði að gera ekki neitt. Og ég lofaði og lofaði og lofaði og sveika allt saman. Ég lofaði hinu að þessu. Ég bara man ekki hvað það var. Og ég lofaði